Þetta er tveggja tap fyrir Grindavík hér í dag eftir einhverja rosalegustu sigurkörfu sem maður hefur séð. Hvernig er tilfinningin svona beint eftir leik? Þetta er bara svekktir að tapa þessu svona, en ég meina þessi leikur hérna tapast ekkert á þessu loka skoti. Við erum óánægðir með frammistöðu okkar í 35 mínútur og það er það sem við þurfum að skoða en ekki eitthvað svona freak incident. En þið gerir það vel í fjórða leiklutunum að ég ætla ekki að segja að komast inn í leikina þegar þið voruð inn í leiknum allan tíman, en þið náðu yfirhöndina á loka mínútum. Já, það var ekki fyrir jafn bara og við komumst yfir hana þegar það var lítið eftir. Já. Þannig að það var eini svona almennilegi leiklutin fannst okkur. Og eins og segja, við töpum þessu leik í fyrstu þremur og svo er þetta bara svekkjandi að fá þetta í andliti, en maður getur ekki látið þetta skipta miklu máli. Nú eru þeir, má segja, útfrákastaðir svakalega í þessum leik. Það lítur að vera ágefni fyrir þjálfara. Já, ég meina 26 held ég second chance stig og 21 eftir turnover. Það tapast þessi leikur og við erum bara drullu fúlir með það. 6 í röð sem það hafði tapað. Hvenær þurfa stuðningsmenn ykkar að fara að hafa áhyggjur? Við þurfum bara að festa okkur í sessi þannig að einhvers staðar í úrslitakeppninni og snúa þessu við þá úr þessu. Það er ekkert annað sem við erum að keppa af þannig. Ef við getum stigað upp í fjórðasæti þá er það ágætt, en annars finnst þetta bara að snúa þessu við fyrir úrslitakeppni og við þurfum 1-2 leiki af þessum síðustu tveimur til þess að gera það. Stjarnan næst, hvað þurfum að laga til að vinna þar? Við getum ekki verið að tapa boltanum þannig að ekki svona oft í fyrsta leik og ekki þannig að þeir skorið 2 stig einum meginn í hvert skipti og svo þurfa að frákasta betur. Alveg í lokin, svo Björn Kristofs er ekki í búning í dag. Meiddur. Já. Búist þú honum í næsta leik eða þar næsta? Já, vonandi. Við erum bara að managea þessi meiðsli sem hann er með. Bestu þakkir. Takk.